Margir fullorðnir ekki meðvitaðir öryggi á netinu. Foreldrar mínir þau eru alveg búin að halda fyrirlestur yfir mér allt svona net, ofbeldi og einelti. Passa lykilorðið sitt til dæmis. Út af því að það alveg margir sem fara inn á Facebook hjá öðrum krökkum og að gera eitthvað. Ef ég fæ vinabæni frá okkur sem ég þekki ekki, þá hunsa ég hana. Þau fara alveg einu sinni í mánuði yfir Facebookið mitt, þá opna ég bara fyrir þeim og þau geta að skoða það sem þau vilja. Og þá, og ég með svona stillingar þar sem maður getur bara ákveðin hópur vina séð myndir hjá mér og statusa á það sem ég að gera. Það örugglega mjög margir sem eru ekkert að pæla í stillingunum. Ég get alveg skoða allir hjá alveg langflestum sem ég ekki með sem vinum. Þá get ég skoða bara myndir hjá öllum og það náttúrulega ekki nógu gott, skilur. Það til dæmis sagt að setja stjörnumerkta vini, þá það kannski bara nánustu vinirnir. Það gerir svona hópa á Facebook, þá þeir oftast lokaðir. Svo að annað fólk get ekki skoða hvað að gerast og svoleiðis, sem kemur þeim ekki við. Stelpur nota Facebook allt öðruvísi en strákar. Stelpur kannski eru meira svona eins og unglingar svona. Og svo eru strákar bara að miðla bara YouTube-myndböndum á milli sín, einhverjum fyndnum YouTube-myndböndum eða eitthvað. Strákarnir ekki svona spjall ekki beint og þeir segja ekki svona status á þannig. Þeir meira bara á Facebook. Stelpur nota það til dæmis með að vinna saman heima. Í staðinn fyrir að vera bara hjá hver annarri, þá eru þeir að vinna saman inn á Facebook. Stelpur setja oftast fleiri myndir inn á. Margir alltaf eitthvað, ég þarf að skipta forsíðu mynd. Þessi orðin á gömul þegar hún bara 2 vikna. Nema strákum oftast alveg sama. Það bara vinkonur mínar sem segja að ég sé sæt. Bara allir nánustu vinir mann bara sætust og fallegust og eitthvað. Svo mjög margir sem eru bara að segja þetta bara til þess að vera skemmtilegir og eitthvað. Mér finnst það gaman. Það skiptir mig ekkert það miklu máli. Já, kannski eru krakkarnir orðið aðeins og mikið í tölvu og kunna kannski meira en foreldrarnir. Og mamma mesti snillingurinn á heimilinu. Hún var þegar hún var yngri, það var til eitthvað svona tölvunámskeið, þá fór hún á og hún kann allt. Já, pabbi minn nefnilega forritari. Stundum það þannig að ég þarf að kenna pabba. Það stundum að kenna þeim á tölvur og eitthvað svoleiðis, hvernig á að gera þetta og hitt. Svo stundum maður sína mömmu minni á Facebook, hvernig á að gera eitthvað. Kallar hann á mig og segir hvað hann að gera. Ráð til foreldra, bara að fara yfir Facebooki á börnunum sínum og skoða hvað þau eru að gera. Krakkar verða bara að passa sig á þessu, þetta getur verið hættulegt. Maður bara ekki að treysta öllu sem maður heyrir. Ekki segja eitthvað ljótt aðra og ekki vera baktala og svona. Vertu heiðarlegur og vertu kurteis. Vara börnin reglulega við hættunni, skilurðu. Facebook frábært en það getur líka verið stundum leiðilegt.